Benedikt Guðmundsson, þjálfari Þórs. Benni, ég brosi allar hringinn, það ekki mynd, en það í mynd þegar þú brosir. Benni, til hamingju með sætan sigur á stólunum, þessi leikur bauð upp á allt sem góðu körfubolti getur boðið. Þetta var alveg leikur, alveg frá fyrstu sekundu var þetta svona, já, eins og maður sér nánast bara í lok úrslitakeppninnar, þar sem allt undir og þetta var þannig leikum, og svo þetta náttúrulega verið að spila Norðurlandið og allt þetta og náttúrulega bara frábært fyrir svæðið að skuli vera komin tvö svona nágrannar lið sem er að bjóða fólki upp á svona leiki. Þeir unnu okkur í deildinni á Króknum og svo við þennan, þannig að við höfum skiptið svo milli. Þetta var, ef við segjum nú bara eins og þau, sko, þarna eru tvö alveg hörkulið sem eigast við. Þetta fjall okkar megin í dag, baráttan alveg til fyrirmyndar. Hún var bara rosaleg, þú veist, bara vinslan í liðinu okkar var bara svakaleg, það voru allir í botni hérna og við lagðum upp bara að við ætlum að gefa allt í þetta og hafa gaman og berjast eins og ljón hérna í 40 mínútur og sjá svo bara hvernig úrslitin yrðu eftir leik. Við ætlum ekki að líta á töfluna bara fyrir en eftir 40 mínútur og sjá hverju öll vinnan myndi skila og sem betur fer skila á sigri. Svo verðum við getum ekki sleppti að minnast áhorfendur, þeir voru alveg geggjaðir í dag. Sjálfsagt á milli 700-800 áhorfendur og þeir voru frábæri, bæði stólarnir og svo okkar fólk. Það er bara geggjað hvað fólk á Akureyri er að vakna og taka eftir körfuboltanum hérna og þetta er íþróttabær og við höfum fullt af góðum íþróttaliðum hérna og körfuboltaliðið er eitt af því og svona stuðningur, hann getur hjálpað alveg svakalega og við erum svona 7. maðurinn sem þeir hafa verið hérna stuðningsmenn okkar og áhorfendur í leikjunum hérna heima. En nú hefur eins og stundum við sagt sko í upphafi, þetta gekk svona brössulega, við spóluðum svolítið, þú ert búinn að finna spólvörnina. Já, ég var svo alveg pollrólegur hérna í upphafi sko, þetta er ekki fyrsta en annað tímabili mitt í þessum bransa og hérna. Þú ert eldri en 2 vetur. Jú, það er víst og við vorum bara og erum ennþá, að bara vinna í því að láta þetta smetla og ná sterkri liðsheild og þetta bara tekur tíma og þetta er ekki bara klárt þegar uppkastið er hérna í fyrstu umferð. Þannig að þetta er alltaf uppleið en þetta getur fljótt að fara aftur ef menn alltaf slaka á. Við erum ekkert orðin inn í heimsmeistarar. Alls ekki, við erum bara þurfum halda áfram að berjast fyrir okkar og leggja svona mikið effort í leikina. Benni, þú ert á óþolinmóður að komast inn í klefa og fagna með strákunum til hamingju sigurinn, gangi vel næsta verkefni. Takk fyrir að bæla mig.